förum við Hvar discoið Þangað förum við Svo þegar maður hlustar á svona gammalt eitthvað Þess að ég var að hlusta á þetta áðan sko Já. Og heyrði ég með Hi-Hat bara Hi-Hat alltaf há sko Já. Nei, líka kannski varst að hlusta á þetta í símanum eða? Já. Heyrði, en mér langar að byrja þessu Þegar þú komst með þetta til mín Þetta remix Já. Hvernig kom það til? Var það Vá, Jakob Frímann góð sem að- spurning, maður. Já, og hvaða ár var þetta? Þetta örugglega 2002 eða 3. Já. Sko, þú náttúrulega má ég segja fallega hluti um þig? Já, mátt alveg Já, ok. bara eins og vilt. Þú náttúrulega hefur algjörða svona náðargáfu í þessu að búa til svona geggjaða endur hljóðblöndun og endurgerð á einhverju og hefur verið að ná frábærum árangur með það. Í þessu tilfelli að þá minni mig að Jakob hafi haft samband við mig og hugmyndin var að það er að búa til sem sagt útgáfu af laginu sem væri svona meira í anda FM heldur en bylgjuna. Þannig að vandamáli sem að hann var að reyna að leysa var að búa til útgáfu af stöðmannaefni sem myndi ganga betur fyrir í rauninni yngri kynslóðir. Bara fólk sem var að hlusta á... Var ekki hérna stöðmenn í einhverju lómóti hana? Það var ekki eitthvað plata sem að... Sko... Var þetta ekki eitthvað sem þurfti að gera bara til þess að ná í... Eða hvernig var þetta? Ég held að það er náttúrulega svolítið erfitt að staðsetja einhvern veginn hvar stöðmenn eru og hvar þau voru og hvar þeir eru verða. Þetta er náttúrulega svona eitthvað bara náttúru fyrirbæri sem að bara þróast og þróskast en þarna eru þeir að gefa út blötu sem að kannski var ekkit að músíkin var auðsjónlega ekki að pikkast upp af sko yngra fólkinu og þarna þurfti að einhvern veginn að teygja eitthvað af lögunum svona neyður á við í aldri. Ég man sko þetta kom í þú veist að því maður alltaf með bucket list og þetta kom á pottþétt eitthvað disk sem alltaf var hérna einu sinni Já. Og þetta var örugglega síðasti pottþéttdiskunum sem var gefin út sko Líklega. Og þetta var lag 1 á diski 1 Já. Og þá var þetta komið bara Já. Þetta var eins og komið í áramótasköpunni Já. Þá var þetta bara, þá var fyrirni bara toppnum náð Þetta er bara eins og að komast á fórsíðu mokkans. Það er bara þá getur maður hægt. Þú komst á fórsíðu mokkans í COVID Já, nú er enda hérna. Og þú ert líka búin að koma í komast í áramótasköpun Já, ég komst í áramótasköpun líka Ég líka, í COVID-inu En ég komst í barnaáramótasköpunni Já, það er nú eiginlega Þá var einhverju krakkar að DJ Já. Og einhver spákona eitthvað bakvið Það var hringi síminn Það er allt í lagi og ég já og það var það var mitt break inn í áramótasköpið Þú er náttúrulega hrifin af spákonum Já, ég er hrifin af spákonum Já. En mér langar að því ég hef búin að þekka þig í 1000 ár kannski ekki alveg en þú veist þegar þú byrjar að spila hvar byrjaðu? Hvernig byrjaði þetta? Byrjaði þetta á því að kaupa eina 12-tommu eða Sko hvar fékkstu hugmyndina að verða plötusnúður? Við erum bara að tala Við þurfum ekki þessi ártal Nei, en þó ég munið alveg, þetta hefur verið þarna í kringum 1981 Þetta er náttúrulega bara skólaböllin þú veist, það voru haldin skólaböll þú veist, ég elst upp á Seltjarnarnesi og fór í Valsárskóla og það var bara öflugt félagsstarf sem að maður tók virkan þátt í og það voru haldin böll en svo var líka haldin gróttuböll og gróttuböllin voru gríðarlega mikilvæg leið til fjáröfluna fyrir gróttu íþróttafélagið á Seltjarnarnesi en það komu líka alveg krakkar sko rosa mikið úr Vesturbænum og fólk var að koma Breiðholti og Hafnarfirði og allt það þannig að þetta var alveg svona þetta þótti töff ég hins vegar bara mjög óframfærin ógeðslega feiminn ég sá tvennt
ég sá tækifæri til þess að spila skemmtilegri músík heldur en þeir sem að voru að DJ á þessum böllum voru að gera og svo var þetta frábært tækifæri til þess að svona standa í skugganum og fylgjast með og hafa svona bara borð fyrir fram að sig sem svona vörn til þess að þurfi ekki að taka þátt í einhverju þarna sem að Voru maður skildi gróttubörnin ekki. í félagsmiðstöðinni? Nei, þetta var félagsheimilinu á Seltjarnarnesi Já. og svo var náttúrulega alveg ótrúlega maður náttúrulega hafði mikinn metnað og á þessum tíma þá þurfti maður náttúrulega að hafa alla klær úti til þess að redda sér einhverjum plötum að fá lánað og líka kassettur, ég var að DJ svolítið mikið á kassettur og það var náttúrulega ein kassetta sem að ég veit ekki hvort mannst eftir við höfum nú talað þetta einhverju veiðiferðinni en það var kassetta sem að gekk á milli fólks á nesinu af því að þá var einhver stelp út á nesi sem að hafi verið að hitta strákana í Laugarneskverfinu þar á meðal var sko Maggi Disco sem að var DJ-in í Þróttheimum Sem eru på RÚV núna? Nei, það er þetta er hérna, Magnús Viðar Sigursson hérna, sem er nú aðalega Þetta er ekki Maggi Magg? Nei, þetta er hérna, kvikmyndagerðarmaðurinn Já, ég veit alveg og Maggi var þá DJ í Þróttheimum og hann sem sagt var þá strax komin í lykilaðstöðu vegna þess að systir hans bjó í Bandaríkjunum og var að senda heim með flugfreyjum alltaf heitt stöf sem að var vinsælt í New York þannig að hann átti gríðarlega mikið af flottri tónlist og og hann hafði tekið upp einhvern tíma þegar hann var að spila í Þróttheimum þessa spólu og einhverja hluta vegna þá endar hún í höndunum á stelpu út á nesi og þetta var bara, þá voru allir sem vildu fá eintak af þessari spólu og svo er nefnilega svo skemmtilegt að þetta er svona smá hliðasaga en þú veist, maður var að nota þessa spólu meðal annars og aðrar spólur þegar maður var að DJ á þessum böllum en fyrir kannski 10 árum síðan þá fannst eintak af þessari spólu og ég þetta reyndar að skrúa hann í sundur og laga hana og færa teipið yfir í annað hús og eitthvað svona og svo tók ég þetta upp en jafnframt að þá bjó ég til sirpu eða ekki kannski sirpu, ég bara mixaði spólunum på nýtt vegna þess að á spólunum þá var Maggi ekki byrjaður að beatmixa þannig að þetta voru bara svona crossfade skiptingar þannig að ég fann öll þessi lög hérna og bjóð til hérna, og það var náttúrulega rosa gaman að hérna bjóst til ég bjóð til aftur og hérna hún nú einhvers stað til og alveg ótrúlega margir sem að hafa nefnt að hlusta á þetta en þarna var maður líka sko margar af manns svona persónulega hetjum voru með lögum fyrst þegar maður heyrði í Kool and the Gang og Luther Vandross og svona ýmislegt sem að var George Benson Man þegar vorum að spila hann í Hörpu þá pikkar ég öxtan á mér og sagði, veistu hvað stendur fyrir eftir þig? Já og ég sagði, nei, Mr. Cool Mr. Cool og þetta er myndað Ronald voru þeir á Íslandi? Bell. Cool and the Gang? Já, þeir kom að spila Þú spilaðir í eftirpartíinu og spilaðir í Hörpu? Spilaði í Hörpu, já Ok, mann ekki eftir Nei, það er ýmislegt sko En allavega, sagan byrjar á nesinu og svo fyrsta svona alvöru giggið þá er ég verið svona 17 ára Af því að 15 ára þá fékkst maður að verða plötusnúður í félagsmiðstöðum Það var allavega svoleiðis í Hagaskóla hjá mér Já, nei og nota bene, þú veist, það var engin félagsmiðstöð á Seltjarnarnesi Nei, ok Þannig að þetta var bara, þú veist, þetta voru þessi skóluböll og þessi grótuböll sko og hérna, nei og svo bara já, ég held ég sé 16 að verða 17 þegar ég fæði þarna svona fyrsta breykið það er þegar ég byrja að spila á úlingaskemmtistænum D14 í Kópavogi og það lá leiðin í Traffic og þar síðan eftir Traffic að þá fer ég upp í Hollywood og náttúrulega gamla Broadway upp í Álfabakka það var svona í minningunni þetta var svona aðal nema náttúrulega svo þegar að Hvenær, sko, fyrst er D14 er Hollywood þegar D14 er? Já Ok, já. Og hvenær, sko, D14 er 84 Já, þetta er 80 eða 83 83 Þá er D14 Já
ok. Og á þessum tíma þá var SL 1200. Nei, við vorum ekki með SL-a. Okay. Þetta voru bara einhverjur... Tímdi frændi ekki að kaupa SL-a? Nei, þetta er hérna... Nei, og þarna var maður... Ég man að maður var að klippa svona fílt til þess að þetta voru bara svona heimilisspilara sko, sem voru með. Þetta voru ekki hérna SL. Ég byrjaði í rauninni bara að spila á SL-um þegar að ég kemur upp í Holly, sko. Já. Óli Laufdal var alltaf ógeðslega flottur á þeim með græjur. Já, hann fattaði alveg að, og þú veist, hann alltaf ótrúlegt sem að maður læriði af honum, hann, hérna, það var svona bara lífsleksíu sem að maður fer eftir í dag. En í Traffic, þá eru SL-arnir komnir? Nei. Ok, sérst SL 1200? Nei. Vorum ekki með SL þar. Ekki Traffic heldur? Nei. En kast ekki, spila kastur, spila spólu. En voruð þið með Reel? Já, það var Reel-to-Reel tæki og sá sem var að spila með mér í Traffic, Gummi, hann og meira segja, sko, hann var að búið til sirpur bara, þú veist, á kassettum. Já, ít á pásu. Já, og hérna... Þú þarf að finna kassettæki sem með, þú veist, snöggustu pásu, eða skilur til þess að geta... Já, og svo náttúrulega þetta, hérna, vera að forhlusta og finna byrjun á lagi og, þú veist, ít á stopp og taka kassettun úr og snúa tilbaka með blýanti til þess að vera akkurat á sko, hérna spottinu. Það sem að var, sko, vesinni hjá mér, því ég byrjaði 14 ára, 84, eða 83, þá var vesinni hjá mér, sko, að maður vissi ekkert hvernig þeir gerðu þetta. Nei. Því það voru engin blöð, það var ekkert internet og ekkert svoleiðis. Svo maður var alltaf einhvern veginn að geta í. Og ég held til dæmis alltaf að díli var rosalega mikið notað til þess að ég man ekki, til þess að gera ykkur sirpur eða eitthvað, en það var svo ekki tilfelli, sko. Nei. Þú veist, maður vissi ekkert. Maður bara, þú veist, svo mann eftir einu svo var ég Hagaskóli hjá mér og hann tók eitthvað plötuspilur í sundur sem að því maður hélt, sko, og svo fór hann á stað. Þú veist, hann þurfti hann alltaf að fara á stað og hann moddaði eitthvað pits á plötuspilurann. Svo maður gætt pitsa plötuna. Já. Þetta er bara svo fáránlegt að geta bara ekki, þú veist, ákvæm skildi ekki hafa dottið þetta í hug að panta bara plötuspilura. Ég meina, þú veist, ég er stundum að hugsa bara hvort að það hafi verið svona mikil fátækt. Þú veist, maður átti kannski ekki mikið pening krakkarnir þá eins og núna. Nei, ég held að... Það gæsilega var þetta ekkert sérstaklega dýrt að kaupa SL 1200. Já, nei, ég held að í fyrsta lagi hafi þetta verið bara sko, skortur og upplýsingum. Við vissum ekkert hvað var til, við vissum ekkert hvað menn var að nota. Nei. En líka, við vorum alltaf ekkert mikið að heyra hvað þeir voru að gera út í heimi eða hvað var í gangi. Ég skal segja eina frábæra sögu. Þá hérna var ég ykkur tíman staddur, semst það var tungli búið og allt þetta dótar í og þá var náttúrulega aðalmálið var að tengja DJ-búrið við grunninn í öllum byggingunum. Svo það myndi ekki hristast plötuspilarinn. Herðu, svo var ég búin að voru náttúrulega að spila út allt og ég var náttúrulega að spila í tunglinu, byrjaði fyrsta kvöldi þar sem krakki, þú veist, með hjartað í buxunum. Og fyrsta manneskjan, Magga Stína, sem að fór á dansskólið, hoppaði og nálinn hoppaði. Já. Svo búrið var snúið við, svo maður snýði alltaf baki við fólkinu á dansskólinu, sem var náttúrulega ömurlegt. Alls konar svona, það var alltaf það lá við að skemmtist að hann var hannar í kringum búrið svo það geti verið eitthvað stær í festu. Svo var ég einhvern veginn að lesa eitthvað blað bara eitthvað stær í kaffhúsi. Sé ég gæja, eitthvað svona viðtal eitthvað gæja og hann bara, já, ég set náttúrulega bara svona teip kringlót og set svo bara fullt af teigjum, set plötuspilarann ón og það og þá hristist aldrei. Sko, veist það, ég bara, veist það var svona ekki eye-opener, maður hefði getað að spara, sko, 100 miljóna bara á þessu, sko. Maður ekki verið að svamp undir þetta. Já, það var allt reynt, sko. Svo er eitthvað sem hélt á þessu og eitthvað svona. En svo, byrju, Traffic, svo ferði að spila í Hollywood. Já. Hvað er Hollywood búin að lengi þá? Sko, Hollywood opnar 79, þannig að það er búið að vera þarna opið í 5-6 ár þegar ég byrjaði. Þannig ég næ svona rétt í skottið á því sem ég kalla að hafi verið svona gullaldartími Hollywood. En það sem að kannski kemur óvart vegna þess að það sem að situr eftir er alltaf svolítið það sem að vera að gerast sko á neðri hæðinni í Holly.
það sem að bara var ekki risastórt dansgólf en þú veist, ljósagólf Já, já. og þú veist, fullt af ljósum og þetta var alveg svona, þú veist, alvöru þar var náttúrulega bara verið að spila nýjasta dansstöfið en svo var alltaf sko gríðarleg stemming sko upp á hæðinu fyrir ofan á annarri hæðinni. Voru 2 plötsnur. Já, það var alltaf tveir plötsnar í húsinu og það sem að var mikill sjarmi við Holly og það var svona þetta labba svona hring, það var þetta að fara upp stóra aðalstegan og koma svo niður hringstiga annar staðar í húsinu og þetta var svona svolítið þessi hringrás, þannig að fólk fékk niðri svona nýtt bara það sem að var að gerast og það var alltaf náttúrulega, þú veist, og við DJ-arnir voru náttúrulega buðu gott kvöld og voru að kynna og allt þetta en svo uppi, þar var eiginlega bara svona sveitaball sko. En kynningarnar var að koma tilbaka, samt? Já en þarna, þú veist, við vorum að spila bara gamalt stöf bara, þú veist, traustu vinnur og bara, þú veist, Ríó 3 og alls konar þarna uppi og það var alveg geggjuð stemming þar. Var það disko niðri og íslenskt uppi? Já, bara svona alls konar. Ég man alltaf eftir, þú veist, maður var að spila Meatloaf og eitthvað svona þarna uppi en svo var þetta náttúrulega kaffiterja líka, þú veist, það var þetta að kaupa, þú veist, hálfan kjúkling og franskar og koktel. Já, þannig að þetta var svona matsölu fílingur þarna uppi líka en alveg, þú veist, brjálastuð og náttúrulega bara, þú veist, húsið opnaði 10 og klukkan kortir yfir var kofun eiginlega fullur sko og fólk úti í biðröð og svona, þannig að það var rosa gaman að fá að upplifa þetta og náttúrulega bara spila með þessum legendum, þú veist, Villa Ástrás Áskir Tóm Doddi Ásgeis og fleiri og Maggi náttúrulega sig sem ég myndist á þann og svo náttúrulega voru við á þessum tíma hluti af plötusnúða teimi sem að sá sko Broadway, Hollywood, Borgina og svo var náttúrulega Sjallinn á Akureyri, hann var inn í þessu líka. Óli var með þetta allt saman undir sko. Þannig að þá kynntist maður líka strákun og það var náttúrulega diskotekarafundur einu sinni í viku og það var verið að raða mönnum niður og þú veist, hey, þú átt núna Holly, þú veist, á föstudeginum og svo ertu upp á Broadway á laugardeginum og helgina þar á þetta, þá var maður, þú veist, uppi á annarri hæðin í Holly og allt það. Og menn voru bara tímalönum hana? Já, bara stimpilklukka. Það var bara tching, bara... En hver kom í plötunar? Hver kom í nýjustu músíkina? Var það yfir plötusnúðurinn sem fótt í London og keypti? Nei, þar enn og aftur, sko, Willi Ástrás, hann var rosa duglegur að redda plötum og þáverandi konunars, hún var sem sagt flugfreyja og hann var vel tengdur inn í þá senu og flugfreyjarnar gegndi í rauninni lykilhlutverki bæði að fara í búðir og biðja eitthvað ákveðið og líka bara að fara í búðir og þú veist, ég ætla að fá allar top 20 plötubúnir á löguveinum, rauða þarna. Já, nei, þarna erum við að tala úti sko, þú veist, í New York og London aðalega og þannig að Holly, þú veist, þar vorum við að fá þetta nýja stöf bara langt á undan öllum og svo einhvern veginn bara, þú veist, þegar fólk var ellendis bara á Ítalíu, veist, að heyrði vamos a la playa, þú veist, það bara kom heim bara á tóldómum, þú veist, að því að fólk vissi að svo Willi Ástrós var aðal sko, ég var náttúrulega að spila fyrir Willi Ástrós þegar hann til Casablanca og ég man hann kom með French Kiss svo Willi Ástrós hefur bara verið ótrúlega lengi í því bara að koma með nýja músíka til Íslands. Hann hafði mikinn áhuga, ekki bara sko vegna þess að þarna á upphafsárum Rása 2, þá var Leopold Sveinsson, Leo Sveins sem hafði líka verið að spila í Holly og líka á Skansinum í Vestmannaeyjum sem var svona bara mini Hollywood bara í Vestmannaeyjum, ég er ekkert að grínast með það en Leo var með þátt alltaf klukkan 2 á þriðjudögum þar sem hann var að kynna nýja músík og hann var rosa mikið að nota þessar plötur sem að komu í gegnum Hollywood. En hjá sko að því að það er engin tónlist í fjölskyldunni. Nei. Ekki neitt. Já sko, pappi spilaði á gítar og... En ég meina þú veist, hvaðan kemur þessi áhugi fyrir músík? Ég byrjaði til dæmis sem trommuleikari
skilur og hann alltaf bara ömulegu trómuleikari en gat spila plötur en ég var ágætur, ég segi svona en ég gat spila, þú veist, og ég fjall bara fyrir þessu, mér fannst þetta bara líf mitt var bara þetta Já, skilur ég held að það er tvennt í fyrsta lagi þá var eitthvað sem fylgdi því að vera svona pínu authority, að ráða svolítið stemmarann og stelpundar Nei, vegna þess að þú veist mundu eins og ég sagði upp af því að þú veist, ég vildi fela mig á bakvið borðið af því að ég var bara allt of feiminn til þess að taka þátt í því sem að ég líklega átt að vera að gera hinum megin sko. En síðan þetta það að og það er svolítið erfitt að útskýra þetta en sko ég svona típa veit ég núna í seinni tíð að ég þrífst rosalega mikið á svona instant gratification að fá bara strax, að uppskera strax árangur erfiðisins og eins og þú þekkir svo vel og allir sem að hafa DJ-að eða bara spilað á sviði að þú veist, ef þú ert að gera eitthvað sem gengur vel og þú færði jákvæð viðbrögð þá færðu það strax og þetta er bara, það er engin annar sem kom nálægt þessu ég gerði þetta, ég framkallaði þessi viðbrögð og vá, þú veist, það er sko, það er eitt sem að þú hefur haft þú hefur haft alveg ótrúlegan áhuga á þessu Já skilur þú leggur þig ótrúlega mikið þú leggur mikið á þig eða þú veist, skilur þú veist, þegar við vorum hérna upp á okkar besta sem við hefum náttúrulega verið kannski þrísvarsunum þú veist, þetta fyrir svona í bylgjum upp og niður náttúrulega að þú hefur verið ótrúlega áhugasamur og svo hefur verið reddað alls konar hlutum eins og þegar við vorum að spila þarna á Torvaldsen og Mojito og þetta, þá komstu bara tíminn hérna, herri, við erum að fara að spila öðrum veitingasta og það bara, ok, hvernig erum að gera það, þú veist það er, þú veist Já, við öfluðum okkur ekki mikill að vinsalda þá en þú veist, bara við vorum alveg búin að negla ákveðna formúlu sem gekku og þú veist, fólk var að sækjast í það sem við vorum að gera og þú veist, akkur þá ekki að bara, við vorum tveir sem vorum að gera þetta og byggum þetta til að, þú veist, að annað þyrfti að vera í fríi alltaf á hverju kvöldi, það var alveg óþarfi En þú veist, þá ef við spólum aðeins tilbaka að því að þá, sko, þú hefur samt eins og ég upplifi hjá þér, þá þú elskar að spila Já og þú elskar græjur vilt samt ekki setja þú mikið inn í græjur eins og ég tel að þú sett fyrstur til að spila á tölvu Já, ég var það Nei, bara það er staðfest Tell the story Já, það var sko Nei, ég hef alltaf gríðarlegan áhuga á þessu og samt náttúrulega var þess þú veist, eins og þegar maður er í Holly og Broti, þú veist, þá bara mætti maður þú veist, maður þurfti ekki að eiga neitt og ég tek það fram, sko, á þeim tíma var Broadway stærsta diskotek í Evrópu og þú veist 600-800 manns þú veist, að dansa fyrir fram og gólfið liftist upp og niður Já, nei, það er gamla Hótel Ísland upp í Ármúla Ok, það var svona lítill hérna sem að liftist upp og niður Ekki neitt, það var aldrei lifta í Var ekki Hallbert Country sem kom að hestinu svona upp? Var það ekki Broadway? Það var í nýja Broadway Það var í nýja gamla Broadway Hótel Ísland já. Ok, það er önnur saga Já, það er önnur saga en hérna sko svo þegar að hérna og ég man eiginlega hvernig þetta kom til sko. Þetta tengirst Airwaves ég var með lítið fyrirtæki með félaga mínum og við deildum skrifstofu með Iceland Airwaves og þetta náttúrulega tengist hér aðeins vegna þess að þetta var á annarri hæðinni Hafnarstræti 15 þar stofnuðu við hérna lítið ráðgjafafyrirtæki og svo er sem sagt Airwaves coming up og það er einhver blaðamannafundur eða svona það var verið að opna það sem var eitthvað svona samanstaður fyrir erlenda blaðamenn sem komu og þeir vildi hafa DJ eitthvað og þá var ég aðeins byrjaður að fikta sem sagt, búin að finna hugbúnað sem maður gæti nota til þess að DJ á en hann keiriði bara á risastóri borðtölvu maður bara með venjulegt lyklaborð og svo var bara stór túpuskjár Það var Visual Disco Mix Nei, þetta var eitthvað allt annað og hérna ég bara man ekki einu sinni hvað þetta var þetta var bara einna fyrsti hugbúnaðurinn sem að
kemur í raun á markað þar sem menn voru að byrja að prófa sig áfram með þetta mjög frumstætt og strákarnir sem voru með Airwaves þá, þeir spurja hvort ég var ekki til í að DJ-a í þessum press center og svo náttúrulega bara mæti ég og var búin að, þú veist, hringi eitthvað fólk og hei, þú veist, ég að DJ og eitthvað fyrsta skipti í mörg ár og eitthvað Komst bara með turnin og tölvuskjáin, lyklaborði og músina bara Já, kom bara með túpu það var ekkert cool við þetta, sko Já, með BT músina, maður, Jesus og ég byrja að spila og það sem er mjög fyndið er að, sko, bara ég hef búin að spila 4 lög eða eitthvað að þá hringja þér frá staðnum í strákana sem voru með Airwaves bara hvaða sko vanviti er þetta sem er að velja músikinni og spila, þú veist, það er bara þú veist, átti þetta að vera eitthvað ball eða, þú veist, getið gert eitthvað til þess að bara að slaka aðeins á, sko þá er ég náttúrulega bara mjög spenntur og að þið hringdi eitthvað fólk og það bara mætti og byrjaði að tjúta, þú veist, þannig að það var engin forhlustun, þetta var bara eitt hljóðkort og já, eins og ég segi, þetta var nánast eins og að vera bara að spila á Spotify og þú veist, vera alltaf að pikka á næsta lag, sko en svo fljótlega þá finn ég hugbúnað sem að menn alltaf hlógu mikið af en stjórnborðið fyrir hann var svona eins og lyklaborðið sem þá var fyrir fram að fólk sem var að vinna á kössunum í Hauku svona bara lyklaborð en með svona sérstaklega hannað og með ákveðnu lyklum sem stýrðu og það er gamlega getað sýnt mynd, sko Já, visual disco mix þetta var alveg ég man sko að við vorum alltaf að tala sko við ætlum að setja epli appisínur, banana á takkina já, þannig að þetta væri alveg eins og þetta var þannig, þú gast tekið af já. og þú gast sett miða og þú veist, þetta er alveg til í dag bara miklu flottara til þess að stýra alls konar en þarna, þetta var sérstaklega fyrir DJ-a og já, og svo náttúrulega bara þú veist urðu stórstíga framfarir í raunni tækninni á þessu sviði og í dag er þetta náttúrulega allt orðið tölvubasera Angelo já, þannig að þetta var skemmtilegt, sko. Og það er búið að staðfesta það hér með að þú ert fyrsti maður sem spilar tölvu á Íslandi ég held að já, ég ætla bara að eiga það þannig til að einhver leiðriti mig, sko. Ok, eins og ég sagði á hana þá sem sagt sko ég upplifi þig inn í þetta sem DJ en samt upplifi þig líka sem þú ert líka svona PR-gæi þú elskar PR já það er náttúrulega bara það sem og þá spólum við lærði, og förum þegar þú fluttir út þá ferð að sko hérna á Íslandi sko þú ert DJ, Vildi Drildi Villi Hollywood og D14 og allt þetta svo ferðu einhvern tímapunkti að vinna í skífunni þetta er næstu rétt ég var aldrei vill að vilja og ég fór að vinna hjá Steinum Þú fórst að vinna hjá Steinum? Var það í þessu Nei, sko, það er eiginlega eitt milliskrifana sko og þú tengist inn í það eða þú bara manst það ekki þegar ég hætti í Hollywood og Broadway þá fór ég í skamman tíma þarna niður í þá fer ég og tek þátt í Evrópuæfintirinu með Villa Ástrás þegar Villi Ástrás og Gunnar heitinn Árnason kaupa gamla klubbin og breyta honum í Evrópu Ég held að verða þetta um Evróputúr sko þetta var pínu Evróputúr þar sem að hótel eitthvað, Kapin hótel eða eitthvað er núna búið að rífa þetta en sko klubburinn var náttúrulega bara sögufrægur skemmtistaður sem að var gríðarlega vinsæll hér áður fyrr og það er náttúrulega alveg ástæða til þess að taka fram að á þessum tíma sem ég er að spila í Hollywood og þá eru opið í Hollywood á hverju einasta kvöldi á miðvikudögum mátti ekki selja áfengi þannig að þú veist en það voru samt kannski 300-400 mann sem var mætt á djammið og voru bara að drekka ófenga koktela og eitthvað en það var alveg brjála stuð sko en á þessum tíma þá var klubburinn nokkuð vinsæll
svo það 87 líklega sem að klúbburinn skiptir eigendur og það farið í gaggjarar endurbætur og það gert það voru 4 hæðum krá í kjallaranum á fyrstu hæðinni var alveg bara geggjað diskotek alveg bara með móksla flottum ljósum og þar voru byrjaðar DJ með vídeóm og voru bara með svolítið svona aftur í kassettutíman þar sem maður var með vaffáðspólur maður tók þær úr og sneri tilbaka aðeins til þess að geta nelti minn á réttum stað og þar var ég að DJ með Ívar Guðmunds sem var upp á Bylgju og hann hafði verið með mér upp á gamla Broadway líka og svo að miðhæðinni þá var svona aðeins eldra efni og svo var yfirleitt hljómsveit á efstu hæðinni og á þessum tíma að þá Bylgjan byrjuð og svo tilkynnt að ný útvarpsstöð sé að fara í loftið og það Óli Laufdal, Jón Axel, Gulli Helga og Þorgeir Ástvalds stjarnan og þá náttúrulega eins og margir myndi telja svona rökrétt framhald að þá langaði mig að fara að vinna í útvarpi nema ég náttúrulega þannig að Guði gerður að ég skrollaði, ég gæti ekki sagt R og ég ákvað samt að sækjum sem náttúrulega Kjartan Guðbergsson sem enginn þekkir Já, varst búin að spila svona Já, ég hef náttúrulega búin að spila en ég náttúrulega sem daddi það þekkti mig enginn sem Kjartan Ársæll Guðbergsson og ég sækjum og mér boðið að koma í raddpröfu og ég mæti og þetta mjög eftirminnilegt vegna þess að þeir sem voru með mér í raddpröfunni voru Bjarni Haukur, Siggi Hlö Árni Magg, pabbi Hnetusmjörs Rebekka Rán, systir Baltasars og Einar Magnús Magnússon sem að var hann með okkur á stjörnunni líka og svo náttúrulega kem ég og ég hafði þekkt náttúrulega og þekkti Þorgeir Ástvaldsson sem að hafði þurft að taka mig á teppið fyrir Save a Prayer skandalinn á Rás 2 þegar ég var í Traffic og svo náttúrulega Gulli sem hafði verið að vinna í dyrunum í Traffic og Jón Axel sem hafði verið skemmtanastjóri í Traffic og þeir voru náttúrulega báðir að vinna á Rás 2 með Jón Axel og þeir með Þorgeiri og þeir fara síðan niður á Bylgju en í það minnsta þá þegar ég mæti þá náttúrulega fá þeir sjokk bara þannig málhalti diskotekarinn mættur við erum búin að boða hann í raddpröfu í millitíðinni hafði ég á 2 dögum farið til sem sagt talmennafræðings sem bara basically hjálpaði mér og ég var farin að geta satt R þegar ég fór í raddpröfuna þannig ég í smá tíma í útvarpi og þar kemur þú inn vegna þess að í gegnum tengingu sem mér minni samt að ekki verið beint um mig en þá varst þú byrjaður að gera sirpur sem að við vorum að spila á stjörnunni Það gaman að vita það getur vel verið að ég hef bara labbað upp á stjörnu Já, það bara alveg mögulega og hitt bara þig Já, bara Skilur, og ég minni samt að þetta sé tengingi gegnum jafnvel Helgarúnar allavega að við vorum með sirpur frá þér sem að við vorum að spila reglulega í loftinu og ég var fljótlega komin á partívaktirnar föstudag og laugardag og svo endanum rekin ég var rekin held ég 3 ár fyrir en ég mani rekin já ég var rekin bara fyrir bara bara frægasta dæmi var já þetta 3 mjög fyndin dæmi en það sem að gerði held ég útslagið það sem að mér var bara tjáð að ég ætti bara ekki heim í útvarpi það var þegar ég sendi 2 kollega í miðbæinn með farsíma og tek þá síðan í loftið og svo bara, já, góð ekki stýri þannig að við erum, eða góða hlustundur við erum komið í beint samband við kollega mína sem eru stattir í miðbænum og hvað segir strákar? Þannig rúndurinn náttúrulega í full swing og það bara, já, hér í Bankastræti bíll við bíl, fólk rennir hér niður og
tekur síðan vinstri beygju inn Lækjargötu og síðan inn rúndinn og það aldeilis mannmerðinn og mikið fjör og þá detti mér í hug sem var ekki góð hugmynd bara allir sem að hlusta á stjörnuna nú flautum við í 1 mínútu og það var náttúrulega bara þú veist, það eru allir bara sem leggjast á flautuna auðvitað allir að hlusta á stjörnuna sem var þá langvinnsalasta útastöðin og það náttúrulega bara mayhem í bænum og svo bara mánudaginn þá kemur erindi frá lögreglustjóra að þessi háttsemi mín hafi stemt í voða eða sagt, heill almennings vegna þess að enginn hefði heyrt í sko neyðarbifreiðum sjúkraliðs, lögreglu og slökkuliðs ef eitthvað hefði komið upp sko. Og það var bara ég man að þetta var fundið með Jóni Axel það sem að hann bara ég veit ekki hvað ég á að segja þú veist, ég verð bara að reka þig það ekki þannig ég man sko, þessi ég man eftir stjörnunni ég man eftir 2 atriðum, ég man eftir 1 atrið þá kom ég með ríl, sem sagt, teiptiðinn að þú varst með þátt á sunnudugum getur ekki passað, þá varstu bara svona með Icelandic Top 40 já, það var svona svolítið, var að kynna nýtt stöf og svo var eitthvað kvöldið sem ég var með hana ég, þú og Jolli var Jolli ekki hana? Jú, Sverrir Hreiðar sem var að DJ með mér í D14 já. Ég eitthvað að flækast hana ég man ekki hvort ég var bara að fá lána stúdíó til að gera ríli eða eitthvað nema það, þið fenguð hugmynd sem að varð sem að þið hringduð út og svona og varð svo lögreglumál ég ætla ekki að segja þessu sögu þetta var sem sagt ólöglegt ekki ólöglegur business í þeim skilningi sko já, við vorum að afhjúpa þarna ákveðna starfsemi já, og það var bara tekið upp og ég man að ég var þarna ég var bara, þú veist, 14-15 ára sko, ég fannst þetta alltaf bara alveg geðveikt sko og þið tóku þetta upp og það var Jolli hringdi ef ég man rétt já, nei, ég talaði ég man eftir því sko já. Nei, þetta var sko það var veitingastæður þar sem var hægt að panta mat á nóttunni sem var að selja áfengi og við ákvaðum að hringja og ég panta áfengi og það var ítt á rekk og play þetta var allt til á teipi svo náttúrulega voru snillingar þarna á fréttastofu stjörnunar Jón Ársæll og Eiríkur Jónsson og þeir heyr af þessu og náttúrulega bara sita frétt í lofti sko, að það sé bara tiltengin veitingastæður sem að bara menn getur bara hringt og bara eina góða pizza já, þú veist, hvað sem er hvað sem að, já, þetta var þú veist, og ég veit ekki alveg hvernig ég man ekki alveg hvernig þetta endar en ég man að maður var að skýta á sig það hefur verið annars getur útreikin Nei, ég var ekki í rekin fyrir þetta það er ég sviðsetti sko yfirtöku geimmera á stöðinni það þótti ekki vinsælt en enga síður svo tengist ég vinaböndum Helga Rúnari Óskarsinni sem að nú kóngurinn hjá 66 gráðu norður og hann hafði sem sagt á þessum tíma farið að vinna hjá Steinum hljómplötuútgáfu og svo var hann á leiðin í nám í Bandaríkjunum og hann kemur í til leiðar að ég fæ viðtal við Steinaberg og Jónanda Garðarsson og þá snillinga sem að ég var að vinna með þar og úr verður að ég tek við af Helga Rúnari sem í rauninni markastjóri hljómplötuútgáfunni Steina og þetta er náttúrulega frábæran tíma þetta er 88 þannig að þú veist, þarna eru Nýdönsk, Sálin, Tottmóbíl að svona stíga sín svona, ég er að gefa út fyrstu stóru plötunar, þannig að það voru fyrstu jóli mín, þú veist, Bubbi Ríó Tríó þetta var alveg, þú veist þetta var algjörlega frábært Nei, og þarna líka læriði maður bara allt á bransan, þú veist, Steinana var náttúrulega búin að, hann var komin tilbaka, búin að fara, þú veist, fluttið til Bretlands til þess að reyna að búa til make úr Messohorti og búin að bara læra á
þennan heim og náttúrulega mikill metnaður í gangi og bara, þú veist, ótrúlegt að fá að taka þátt í þessu og þarna var ég líka í því hlutverki að vera í samskiptum við útastöðar og svona í þessu prómói að svona fá fólk til þess að hlusta á og byrja að spila þessa músík sem við vorum að gefa út og það var náttúrulega gríðarlega gefandi og ég oft svona velt þessu fyrir mér sko, þeir sem að ná árangri sem listamenn þurfa að hafa ákveðið svona hjartalag og hausinn rétt skrúaðan á til þess að í rauninni hafa gaman að því sem þeir eru að gera en síðan eru við bara önnur manngerð eða ég veit ekki hvað ég að kalla það bara fólk eins og ég sem að finnst algjörlega framúrskarandi að fá að taka þátt í að byggja upp frama búa til að taka þátt í að búa til karriér og þetta það fer oft í töðunar á mig þegar bara það oft verið að tala þessa íslensku artista sem er búin að meika það ellendis að þú veist að bara, wow, þú veist, hann er svo duglegur að hún er svo dugleg og bara, wow, þú veist, bara geggja það, þú veist, nú er náttúrulega Laufey, þú veist, og ég er ekki að gera lítið úr neinu, ég er bara benda á að það er engin að tala herliðið sem er á bakvið sem er að gera allt sem þarf að gera og allt sem þarf að sjá til þess að gangi upp til þess að einhver verði svona stjarna eins og Laufey, hún eða Björk eða Monsters and Men eða Kaleo eða hvað það er sko. Ég var til dæmis að hlusta á eitthvað lítið viðtölu Laufey því nú er hún allt og mér er náttúrulega bara frábært hún skulle vera að meika það með þessari tónlist þetta er eitthvað, þú veist, þetta er bara eitthvað nýtt og fólk er bara að syngja með þessu en sérst, hún sérst og Atmóð er svona að hún hafi verið ein gefið út hendi ykkur á SoundCloud eða Spotify og mega það þú veist, það er hérna, en það veit enginn hvað er á bakvið þetta eins og til dæmis ég er alltaf að fylgjast mér óbúslega mörgum DJ-um svo fattaði allt í hennu daginn ég fattaði ekki, ég bara sá það að hann er bara ógeðslega sniður, hann er bara með konunni sinni í PR hún vaknar bara á morgnana og hún er bara að pimpa út alls konar dótari og svo hann er með eitthvað frænda sin, hann er eitthvað í þessu svo hann er bara með þetta er, skilurðu? Já, ég meina þú veist en þú ferði þetta hjá Steinum í að PR-a ég aðeins, en síðan náttúrulega svona kannski mitt lucky break er Tóri Amos þú ert hjá Steinum í ykkur ár ég er hjá Steinum og svo fer ég ellendis í nám og kemur það heim sumarið líklega alltaf sé ekki 91 eða 2 þá kem ég heim að vinna sumarið hjá Steinum og þá er lítið verkefni sem mér er falið að það er að sita upp og sjá sem sagt tónleika Tóri Amos á Hótel Borg þannig er hún tiltölulega óþekkt en þannig ég sitt það upp Bubbi hittað upp og þú veist Björk satt á fremsta bekk og Tóri hélt að ég væri bara einhver töframaður að ná, þú veist, Björk á tónleika en hún bara kom að það því að henni fannst þetta áhugaverður listamaður allt það, en það tekst með á okkur mikill vinskapur og þegar ég er að skutlinn út á flugvöll að þá býður mér í rauninni að koma sem túrmanager með sér bara á heims tónleikaferðaleg og ég hafði engan áhuga á því og náttúrulega með fjölskyldi í Bandaríkjunum og náttúrulega var bara fyrir bara yfir sumarið að vinna en ég segi við hana að sko, mér hafi alltaf dreymt að fá að vinna í mekka tónlistar iðnaðarins sem að þessum tíma og stórun hluta enn er New York og hún bara, veist að ekkert mál bara, þú veist, ringdi mig og hér er númerið og skildi þetta skilabóð og ég ringi tilbaka og þú veist, ég tala bara við forstjóra og þú veist, ég er meira að segja að fara að hitta einn bara núna þegar ég flýg til New York og ég bara, já, ok, geggjað bara frábært, góða ferð og myndi eftir töskunni og ger ekkert í þessu og svo ringir hún niður í Steina eitthvað 3-4 dögum seinna mjög pist sko og bara hei, þú veist, ég var búin að biðja að hringja í mig, það er maður í New York sem vil hitta þig, hann er
sko ég var eitthvað að tala þig og Ísland og eitthvað og hann sagði bara, þetta bara gaurinn sem að mig vantar í ákveði verkefni og úr verður að sem sagt, ég fer að vinna hjá þessum manni sem var þá var hann sko forstjóri Polydor Records sem var hluta Polygram og hann var með hugmyndir að byrja að nota tækni og útgáfu til þess að afla markas upplýsinga þannig að þetta var svona markas rannsóknarverkefni þar sem að með óhefbundum hætti var verið að safna upplýsingum og fá í rauninni endurgjöf á efni sem að var annarkvort verið að pæli að gefa út eða var nýbúið að gefa út og það var svona verið að finna viðbrögð til að geta lagt einhverju línur af því að bandarísku markaður er náttúrulega bara gríðarlega stór og þú getur, þú veist, hérna á Íslandi er þetta ekkert mál, maður fór bara hringinn og talaði við allar útastöðarnar og svo var heilsíða í mokkanum og svo sjónvarpsauglýsingar fyrir og eftir fréttir og þá bara vissu allir að nýja platan með Bubba var komin út sko. En auðvitað var ákveðin vinna hérna, fólkin í þessu en samt sem áður þetta voru alveg sömu sko lögmál það er alltaf það er sama vinnan sem að þurft að vinna en bara á allt öðrum skala og þarna fer ég í mjög skemmtilegt verkefni og búin að vera í því kannski rúmt árið eitthvað að þá er hann ráðinn yfir til EMI sem forstjóri og hann tekur mig með sér þangað og þar vorum við bara í hérna, mjög fyndnum verkefnum, ekki fyndnum mjög ránglega orðið komist sem að það náttúrulega EMI var rekið með miklu tapi þegar við komum inn að ekkert gengið og þarna þurftum við að taka til þannig að það þurfti að koma svona starfsmannahópnum í rétta stærð og svo var náttúrulega fullt af listamönnum sem þurfti bara að enda í rauninni samninga við sem voru ekki að gera neitt sem voru? Já, það er náttúrulega mjög fyndið sko, þetta er hérna og ég hef alveg sagt þessu sögu áður sko, en þarna bara er listi og við situm að það tveir saman og enginn veit hverju við erum en við erum samt komnir inn, búin að fá skrifstofu og það var enginn að pæla í því og þarna erum við náttúrulega bara svona, svolítið að reyna að kortleggja, þú veist bara ok, hver er hvað og hver er að gera eitthvað hérna, þú veist og svo bara byrjuðum við að listanum og það er bara Pat Benatar og ég bara báðir, nei þannig að hún bara strók út og það sem þetta þýtti að strók út sko, þú veist, þetta var alveg fjárfesting vegna þess að það þetta borga upp samninga og allt það en það þurfti að trimma Vanilla Ice það er náttúrulega bara eitt lag ég bara, já og við báðum bara, já, bara út með hann sko hverju voru fleiri hérna var það ekki Fine Young Cannibals eða nei, byrju, svo Huey Lewis and the News já. Hip to be Square já, og, Power of Love já, og þú veist, og svona förum við niður Billy Idol já. Og ég bara annars var Billy Idol ótrúlega margar singla en sko Billy Idol eins og hefur komið fram núna undanfærið ég síðan til dæmis ég sá hann í frábæru samtali við Nile Rodgers þar sem þeir eru úr Chic sem að þeir eru að rifja upp sko partítímana í New York þar sem að þeir eru báði bara wow, það er bara stórkostlegt að menn eins og við séum bara ennþá á lífi og bara með hjarta sem slær vegna þess að guðminn góðum að ég man ekki eftir miklu en Jesus, það var ekki smá hraði á okkur sko þannig að Billy Idol var náttúrulega bara á þessum tíma bara algjörlega farinn sko, hann var ekki að gera neitt að hérna viti en svona fórum við hérna yfir þetta og svo var hérna það var alveg mjög fyndið moment það var sko hann er eitthvað svona býsnast yfir í sem fórstjóri hvernig getum við fundið út sko bara hvaða starfsfólkin á að vera hérna áfram og ég bara let's ask them og hann alveg bara býtu þeir Íslendingar, þeir eru svo sturlað hver heldur að myndir labba hérna bara inn á skrifstofu og fólki og spurja bara, þú veist, áttu að vinna hérna áfram og ég bara, ég skal gera það ég skal fara í það er bara ekkert mál þannig ég fór bara, eitt í degi í það fór bara inn á alla skrifstofu bara, hei, hvað segir ég hérna, já, nú er náttúrulega bara ákveðna breytingar í vændum og þetta er náttúrulega
þetta líklega má ekki nei, þú veist, en ég kom tilbaka þú veist, með lista af einhverjum þú veist, 30 manns eða eitthvað sem bara sögðu flatt át, bara ég á ekkert erindi og voru bara til í að ég er ekki að gera neitt nei. og þarna, þú veist, það sem að uppsagnarfresturinn eru 2 vikur og eitthvað þú veist, auðvitað eftir á að hyggja þú veist, þegar maður hefur aðeins fullorðnast þú veist, þá var þetta náttúrulega ekkit engin skynsemi í þessu og bara í rauninni rámt að gera þetta en þarna var maður bara að ganga fram og reyna að leysa einhverja hverju voru sænar, þú viljum því hluta að hafa sænað á einhverja nýja það er nú einn bara sem að bara nýlátin, D'Angelo hann var stóra sæningið og ég var að rifja upp sko, Bjó til New Soul, var það ekki? Jú, sko, og það er einmitt hérna Arnar Eggert, hérna popskrýpent, hann skrifaði grein sem ég las, það sem að já, þetta Neo Soul var bara eitthvað hugtak sem að plötuútgefnin bjóð til þess að setja eitthvað svona merki miða á D'Angelo og já, það er algjörlega rétt hjá að þetta var ves þú veist, hann er bara þú veist, stór brotin listamaður mikill talent pínu ógæfu pjessi sem að er bara að gera hluti á nýjan hátt en með óbúslega sterkri vísun í bara gamla, góða soul tónlist og hvað heitir það annað heldur en svona ný soul þannig að það var leiðin sem þú ert að fara til þess að geta bara að því miður þú veist, þá bara þegar það er verið að byrja að kynna einhverja nýja tónlist og nýjan listamann að þá þarf að þú veist, þetta er bara tólinn sem þú þarft að geta vísað í eitthvað já, hann er svona eins og eða, þú veist, þetta er bara svona tónlist eða hvernig sem það er en allavega að hérna á þessum tíma þá er ég hérna byrjaður að vinna með hérna netið til þess að hjálpa til við að kynna tónlistina sem við vorum að gefa út þannig að það er alltaf ákveðið að D'Angelo þurfi að koma inn á skrifstofið hjá mér og fá svona crash course í internetinu sem hann alltaf voru að fá að vissu hvað var og ég man að satan það fyrir frá mig nýbúin að reykja einhverja sjúklega feita jónu og bara er hann bara þú veist yeah man og svo er ég bara með tölvuna túpustjáin bara eitthvað að sína honum og hann bara man, it's amazing bara er ekki að meðtaka neitt svo þetta er smástund að þá sé ég bara ok ég er ekki að komast neitt áleiðis þetta er ekki maðurinn sem er að fara að ná stórkostlegum árangri með notkun hérna internetsins þannig ég segi bara hei og þú veist einhverja spurningar og hann bara yeah did you build the internet all by yourself þannig að það var sem satt eftir hann var undir hérna, já hann upplýði þannig að ég hefði smíðað internetið já og hérna já blessu sér minning hans en við náðum miklum árangur með hann og svo var eitt band sem heit Blessed Union of Souls og svo var hérna band sem ég reynilega bara man ekki hvað heitir en hittarinn var hérna Breakfast at Tiffany's og hvað hétu þeir aftur? Já, ég er nefnilega bara reynilega manna ekki það er svona one hit wonders já, en svo var mjög áhugavert að smá Íslandstenging þú veist, ég satt fundin þar sem að það kom til tals að EMI í Bandaríkjunum myndi gefa út músík með listamanni sem að EMI í Bretlandi hafði sænað sem var Ragga Gísla og það var bara an overpass þú veist, það er bara, þeir náðu engri tengingu eða þú sá ekki tækifæri vegna þess að ákvörðunum að gefa eitthvað út á þessum tíma þú veist, það voru 3 möguleikar þú veist að fara að fjárfesta 3, 5 eða 7 $1 million í að gefa út nýjan artista og þannig að hérna, og það var pínu lýðræði í þessu það fengi allir að hafa seg við vorum hann ákveðin hérna grúpa og síðan manni líka eftir að það kom til tals að gefa út í Bandaríkjunum band sem að EMI í Bretlandi hafði sænað sem var Blur og menn voru bara what? Það bara var enginn að nána í neinu stjórnmálasambandi við Blur
og by the way, ég man sko eftir síðan þegar ég var fluttið til San Francisco, þá fór ég á tónleika með Gus Gus og það var á sama stað og Oasis hafði verið bara vikun áður þú veist, bara hvort ekki að sold out en þú veist, þetta var og þar var Oasis þú veist, alveg að ná topp árangri þú veist, víðast hvar í heiminum en bara þessi músík átti í rauninni aldrei upp á pallborði hjá Bandaríkjamönnum sko. Og hvernig allir túrin hjá, ég var með að hugsa þetta daginn, þú veist, þeir eru núna að túra Ameríku þessi jafn mikið púl, aldrei jafn mikið púl í Ameríku eins og í Bretlandi þetta er allt annað kat og allt annað dæmi sko. Þetta er mjög ólíkt sko. Mjög ólíkt en í það minnsta, þarna þú veist, þetta var rosa gaman og allt það og en svo verða alveg svona straumkvörf vegna þess að ég hafði mikla trú á netinu og sá bara fyrir mér bara, þú veist, netið á þetta að breyta öllu. Músikbransinn var ekki að sjá, þau voru ekki sammála mér. Nei. Og nema hvað að ég er settur í svona alþjóðlegan stýrihóp sem átti svona skilgreina með hvað hætti EMI sem sagt, allan heim ætti að byrja að hagnýta netið og ég er hann í hópi með fólki sem var bara á sömu bylgjulengd og ég bara, þú veist, nokkur frá Bretlandi nokkur frá Bandaríkjunum og þetta var, þú veist, allir leipuletni, þetta var Capitol, Blue Note við EMI Records Virgin sem var þá orðin hluti af EMI EMI Music Publishing sem publishing forleggjara hlutin og bara allar mögulegar og ómögulega deildir og okkur er falið að kynna þetta á svona stórum fundi þar sem allir topparnir innan EMI samsteypunar, EMI Music væri að koma saman og við gerum kynningu og settum þetta upp á ákveðin hátt og bjöggumst náttúrulega við mjög sterkum viðbröðum voru engin. Þannig að við öll fórum í megafílu dróum það ályktun að músikbransin væri bara ekki að fara eins og hefur komið í ljós að tilenga sér netið voru ekki að sjá tækifærin þau bara horfðu á það, bara höfundarétturinn mun bara bjarga okkur þú veist, við bara eigum þetta og það er enginn að fara að kroppa í það er enginn að fara að bylta því sem við erum að gera sem business boy were they wrong og á bara nokkrum vikum að þá ákveðum við öll sem þetta fara bara í eitthvað allt annað. Mjög margir, alltaf bara joined the enemy, bara fóru í þessi, þú veist, alls konar svona músiktengt startup. Ég fór í bara að selja hugbúnaðarlausnir. Já, Ós? Nei, reyndar ekki. Þannig var hjá New York, það sem að ég var með nokkra, bara mjög stóra kuna, til dæmis Apple. Og svo fer ég til US, en það er mjög gaman vegna þess að það verið að tala í bara einhvers staðar sem ég var í gær bókinum Elon Musk sem er skrifuð af, eða ein af bókunum Elon Musk er skrifuð af sama höfundi og skrifuð af bók eða svona þekktustu bókina Steve Jobs og ég var að rifja upp í ganni sem sagt, það er ákveðin kenning að það sé meðal annars mér að þakka að Steve Jobs kom aftur til Apple og það er náttúrulega enginn sem getur staðfesta eða neita því en svona, sagan er svona að við vorum pínlítil sjoppa í New York og við erum að við erum svona að pimpa stóran hóp af svona sjálfstæðum forriturum sem er að nota ákveðna tækni sem var eingöngu hægt að nota á Apple tölvum og þetta var svona forritunar umhverfi sem að hét Apple Script og var nota til þess að sjálfvirkni væða ákveðna hluti. Svo vorum við að vinna fyrir bara alls konar fyrirtæki og Apple kemur til okkur og segir, hei, getið búið til svona námskeið að því okkur finnst þetta ógeðslega cool að bara það er fullt af fólki sem er að ná frábærum árangri með að nota bara svona einfalda lausnir. Þannig að við viljum að fleiri
komast upp að lægi með að nota þetta, þannig úrverður að við búum til svona námskeið og við vorum að fara til skiptis ég og hérna aðilinn sem ég var að vinna með hérna í þessu litla apparati og vorum að halda þessi námskeið að kenna. Síðan vill hann til að það kemur tilkynning sem sagt á fundi þar sem að þáverandi Scully sem var þá forstjóri Apple að hann kemur með tilkynningu þar sem að til hérna hluthafa og fjárfesta þar sem hann segir sko bara þannig að við undirstrykkum það þó að Apple hérna standi ekki mjög vel núna þá alveg 3 hlutir sem að sýna fram á hversu miklu betri kostur Apple umfram PC. Ég man ekki hvað var nummer 2 og ég man ekki hvað var nummer 1 en 3. hlutur sem að minnist á þetta Apple skrift. Svo bara þessi fundur búinn daginn eftir þá fáum við símtal frá vinkonu okkar Nancy Carr sem var markastjóri Apple á hérna austurströnd Bandaríkjanna staðsett í New York og hún kemur til okkur og segir hei strákar, hérna hlustuðu á Scully í gær og ég bara, nei hvað var málið? Já, hann bara sagði þú veist nerd og nummer 2 Resident Nerd og nummer 3 Apple skrift og nú bara viljum við að það bara Macworld hérna í Jacob Javits Center hérna í New York bara coming up og við viljum að Apple skrift verði bara aðal fókusinn á básnum okkar og á Macworld náttúrulega Apple aðal fókusinn og það bara fer allt á flug og það komið á samstarfi við BMF sem var að koma út með einhvern nýjan hérna, sportbíl við fáum alls konar vídeo og hérna, efni og myndir og eitthvað garg og við búum til 20 mínúna crash course í að nota Apple skrift til þess að búa til vefsvæði án þess að þú þurfur að forrita eitthvað. Já. Svolítið það sem við erum að gera í dag með AI, það sem að bara og hérna og svo bara ákveðið, ok, það bara geðvegt svið, bara 100 tölvur fyrir framan ykkur, þetta bara classroom, þið eru upp á sviði, bara 2 risaskjáir, Janet Jackson mækin og bara let's go, þetta bara show og bara skriftað og æft og bara þið farið í gegnum þetta og kennið öllum bara on the hour og every half hour þú veist þannig að bara á hálftíma fresti þá fórum við bara í gegnum þetta þar sem fólk bara satt í gegnum kennslustund þar sem það sjálft fekk bara að búa til vefsvæði fyrir þennan nýja BMF sportbíl og þetta, þó ég segi sjálf frá þetta var ógeðslega cool svo vorum við með svona afdrepp þarna með bara staffinu í Apple básnum og ég að hvíla John, partnerinn minn, hann var á sviði svo kemur hann bara oh my god, I hate this doing the same fucking thing over and over again god damn it, give me a drink or something og svo kemur einhver starfsmaður frá Apple bara hann inn í herbyggið bara oh my god, did you talk to him? Og John bara, talk to who? Bara, og þá segir hann við einhvern félag sin, oh my god he didn't know og bara John know what? Steve Jobs he sat through your lecture þú veist þannig að Steve Jobs hann kom satt, lærið að búa til vefsvæði með Apple skrift og hvað hugsaði hann? I gotta go back líklega ekki en fín saga, þetta er fín saga þetta var þegar þú varst út í New York já en varstu þá, hvernig kemur þá OS inn í þetta? Svo ferði náttúrulega að vinna hjá OS já þá ertu komin til svona nýsköpunar eitthvað já, þeir hafa samband við mig garg og hérna og þá vildu þeir setja upp partí í New York og þú mætti með písitöluna nei, þá bara mætti ég með hérna, Darren Emerson úr Underworld og hérna einhverja hérna, spaða, DJ hana Gus og Móu og við settum upp alveg geggjapartí í Irving Plaza og svo notaði ég náttúrulega kontaktana mína í bransanum í New York til þess að bjóða, þú veist, þannig að ég hef heyrt að David Bowie
og hann Michael Stipe úr R.E.M. og eitthvað, þú veist, það var alveg fullt af liði sem mætti þarna, en vissi ekkert út af hverju, sko. Nei. Fattarðu? Þannig að þetta verður alveg success og vekur mikla athygli og þetta verður í tengslum við stóra sýningu sem að vera í gangi á þessum tíma í New York, Internet World. Og svo bara í kjölfarið að þá henni bara mér boðin vinna hjá... Þetta þegar internetbólun að byrja. Já, þetta eiginlega aðeins seinna. Og þannig þetta svona þrívítar gargið, þarna það var í rauninni það sem að OS að gera og þá var OS að setja upp skrifstofu í San Francisco og þeir bjóða mér að koma borð og sem ég geri og var þarna í þessu fyrsta teymi sem að sett upp starfsemi í San Francisco. Varstu að PR þar þetta? Já, sko upphaflega starfslýsingin var að ég átti að mynda samband við í rauninni tónlistarheiminn. Að því að eina hugmyndunum sem við gengum með var bara að í framtíðinu myndu bara allir listamenn halda bara tónleika á netinu bara sem bara, þú veist, virtual character sem bara svona sýndarveruleika þú veist, hefur að vísu verið gert núna, ABBA sjóið í London. Var þetta ekki gert í hittifyrra? Var ekki áramótin? Var það ekki Eyþór Arnalds og ykkur fleiri sem að tók eitthvað svoleiðispartí? Já, ertu að meina þarna, jú, þetta er eitthvað lengra síðan, en þú veist, þetta hefur alveg verið gert, en ég held að ABBA-sýningin í London sé svona, þú veist, mest á mikilli velgengni að fagna, þú veist, það er reyndar live band, en þú veist, það eru bara þessar holograf myndir af artistunum. Nema hvað, þarna var þetta eitt af því sem að mér var falið og svo hálfu ári eftir partíð í New York að þá erum við að halda partí í LA sem að var bara, þú veist, þurfti náttúrulega bara að blása upp sem alveg mega dæmi og það var enn og aftur í tengslum við sýningu, Internet World, sem var þá haldin í LA og ég var einsti koppur í búri með þetta og við vorum þá í rauninni í samstarfi við Intel sem voru að koma á markaði með alveg gríðarlega byltingagenda nýja gríðarlega öfluga línu af örgjörfum og þeir vildu showcasea það og þá voru við að nota sem sagt þrívítarlíkon sem voru á risaskjáum en MOA var að performera á sviði en í svona motion capture græðu, þannig að þú veist allar hreyfingar og allt, þú veist, sem að hún var að gera. Þetta verið metnaður maður. Þetta var alveg rosa metnaður og mikið og stórt verkefni og svo náttúrulega var ákveðið að halda partí á stórum stað í LA og ég sem sagt fæ símtal var búin að vera bara þú veist, vakandi að einhverja sólarhringa að hjálpa til við þarna að setja upp básinn á vörusýningunni og undirbúa partíið og þá er bara oh my god, þú veist, það er allt geggjað hérna, þá hefði sko komið grein í LA Times morguninn að það væri sko frítt partí á þessum stað og þar væri meðal annars að koma saman eða væri ákveðnir artistar að performera og þar að meðal var rosalega heitt underground band í LA sem að við höfum fengið inn til þess að performera og það var bara fleiri 100 manns bara komnir í biðröð, þú veist, fyrir utan skemmtistæðin, svo kem ég niður til þetta er á beint á móti Capitol Records byggingunni, þessi staður sem að ég man bara ekki í augnablikinu hvað heitir og ég bara guðmigóður, það eru þyrlur og löggur á hestum og það er bara algjörn mayhem og ég kem niður til, kem inn og þá var bara, þú veist, fyrirtæki sem var ráðið í sko öryggisgæslu svona CCP crowd control að þeir voru bara búin að hörfa inn í andrið, þú veist, þeir þorðu ekki að vera fyrir utan og bara allt í einhverju mayhem og ég kem hann inn bara og þú veist, við erum að leysa eitthvað úr þessu og úrverður að við förum og með aðstoðlögregluna náum að stugga fólkinu í burtu og
að því að við áttum vona náttúrulega rosa mikið af boðsgestum og vildum að þeir hefðu forgang og svo bara kemur hann einhver úr lögreglunni eða ég man ekki alveg hver þetta var en þú veist, okkur var gert ljóst að það veri enginn að fara að bíða þarna fyrir utan þannig að basically bara leiðum við opnum dyrnar að þá þurftum við bara að byrja að fylla húsið af fólki sem átt að vera svona uppfyllingar efni og þarna áttu eftir að koma inn í húsið sko öllum sem að við actually vildum fá inn og þetta var náttúrulega í samstarfi við Intel þannig að þú veist, hefur voru með fullt af einhverjum boðsgestum svo ég þarna bara eitthvað í dýrunum eitthvað að reyna þú veist, ég reyna að hafa stjórn á einhverju þá kemur einhver bara, hey, excuse me hérna, þú veist, allir hérna boðsgestum frá Intel, við erum hérna, þú veist eitthvað og ég bara, þú veist hérna, það fucking engin að fara inn í þetta partí, þú veist, bara allt bara á suðupunkti þarna og ég var náttúrulega næstuður rekin fyrir það að hafa meinað Intel að koma í sitt eigi partí en hérna menn sáu alveg að ég hafði nokkuð til míns máls að það var ekki takt að það mátti ekki fleiri koma inn í ég nefnilega sko að Björk búin að meika Gus var hana og Móa var með bara konsert sko og hverju voru ég hitti þig hana ég var þetta þú varst það að því ég man að þú fannst nafnspjald frá mér fyrir mörgum árum sem ég var látið að hafa á þessum tíma hverjir voru fleiri það voru einhverja DJ það voru einhverju svona LA Heroes þetta sko. var þetta tímabil og þarna sko bara, sorry að ég hérna að því að bara megi mann sko það er instrumental gaur sem ég var að vinna með á þessu tíma Þorsteinn Högni sem var með náttúrulega partí hérna heima Pakkus postulana hann var náttúrulega bara innsti koppur í búri og algjörlega on top sem var að gerast í svona bjóði og var að vinna með okkur hjá Ós og hann var með algjörlega tæru hvað var í gangi og hvað var heitt og hann hafði úrslita valdi því að velja þú veist hvaða artista voru hann og svo náttúrulega þú veist, Guðjón, eða stofnandi í Ós, hann var náttúrulega rosa mikill áhugamaður um tónlist og það var alveg feitur óskalisti sko sem ég var með Guðjóni sko í hljómsveit já stofnum teknóri það er saga, það er önnur saga já, nei og svo bara Guðjón hefur mjög mikið áhuga á tónlist og hann átti ykkur hljómborð, ykkur samplera en þetta var allt saman náttúrulega tækni nýjasta tæknin og þetta var allt saman byggt á þetta tímabil var allt saman byggt á tækni og þegar ég að heyra þessu sögu að þetta er bara það er allir að setja í púkinn til þess að byggja upp sem er núna í gangi í sambandi við þetta AI já, margt sem að þú veist svona Lego já, og líka bara þú veist, ég meina þegar ég var hjá IMI að þú veist, þá eitt af því sem ég sá var að þú veist, í hverju viku var verið að safna saman upplýsingum og það var verið að ljósita þú veist, það var bara, það voru ljósitunarvélar sem var bara eins og lítill gámur sko, þú veist, þetta var svo stórt og það voru í gangi allan tíman og ég bara, þú veist, hvað er verið að gera þú veist, við vorum 500 manna fyrirtæki og með starfsfólk út öll Bandaríkin og í hverju viku þá fór svona information pouch sem literally var bara eins og sko svartur ruslapóki af pappír þú veist, með upplýsingum þannig að allir voru að uppfylla skyldu sína í að miðla upplýsingum allt sem var að gerast allstaðar og enginn komst yfir að lesa þetta en þetta var bara algjörlega bara mind-blowing að þetta hafi verið í gangi þannig að það sem ég gerði var að ég smíðaði gagnagrunn sem að allar upplýsingarnar fóru inn í og þetta voru upplýsingar sölu, upplýsingar Airplay, upplýsingar rotation og MTV og VH1 og allt þetta þannig að hérna og svo bjó ég bara til hérna bara, þú veist fólk gæti bara flett upp einhverjum ákveðnum artista séð bara hvað verið í gangi hvað hann varðaði þú veist, brotið það niður eftir mismunandi mörkuðum, skoða ákveðnar útastöðar þú veist, þannig að fólk sæi söguna, þú veist, hvað var í gangi og hvar, þú veist, væri mögulega vöruvöndun og eitthvað svona þannig að í fyrsta skipti þarna er allt þetta fólk farið að vinna eftir hugmyndafræðinu þar sem þú
færð bara í hendurnar upplýsingar sem þú þarft, ekki það sem þú þarft að fletta í gegnum einhverjar skýrslur og finna hitt og þetta eða hringja og En nú erum við spyrja. komin þangað í dag sko að maður eiginlega trúir ekki, þú veist, maður veit ekki, nú er þetta orðið svo margar upplýsingar. Já, já, Skilur, eins og hérna eins og ég var að lesa hérna með kvennafrídaginn, það löggan segir þessi 50.000, já, svo var eitthvað sem lit AI skannaða sko, já, AI sagði 8-9.000 já, og svo var eitthvað sem reiknaði át fermetafjöldan og hann sagði 12.000. já, En það sem löggan sagði 50.000, það er víst ekki, það er víst bull sko, já, skilur, já, svo að ég bara, ég er að segja, skilur, já, já, upplýsingarnir já. eru orðnar svo, þú veist, það er bara svona dæmis ég er að taka, því upplýsingarnir eru orðnar svo margar en þannig er bara að vera að búa til grunna til þess að byggja upp það sem við erum með í dag, þú veist, það er það sem já, ég sé já, og, já, já, og það sem ég sé til dæmis að því að nú er ég náttúrulega búið til músík og gera svona remix og alls konar svo dóta að þetta er orðið svo auðvelt í dag áður fyrr að þá þú veist, í dag sko kaupir eitt svona mikrofón og þú ert bara komið gott sound, þú veist, þetta er bara vesen í gamla daga, Já. að fá gott sound, þú veist, þá þurftur ykkur herbyggja og eitthvað svona, skilur, eins og þú þurftur bara að búa til, já, já, skilur, þú þurftur að búa til forritin sem að voru í þessu og eins og, já, það er það, þú veist, mér finnst þetta Já, já. svo áhugavert, og ég er ekki hrædd á AI, mér finnst AI er bara, þetta er bara hlutur sem er frábær, fattar það mig, ef maður er, þú veist, svo ég sagði við Elli í gær, ég sagði, já, ég er eiginlega hætti bara að horfa á TikTok, sko, því þetta er allt sem bara, þú veist, en það er bara annað entertainment, já, já, fattar það mig, og AI, þú veist, það er margir að tala um AI með músíkina og allt þetta, sko, já, ég hef, þú veist, krakkarnir noti í skólanum sem mist frábært, skilur, en í músíkinni ég held ég þegar aldrei eftir að, þú veist, það er alltaf, ef þeir langar að búið til músíka þá býrðu það til, en þú gerir það alltaf með hjálp AI sér til. já, já. Nei, og ég er alveg hérna, ég hef mjög sterkar skoðanir á sko gervigreind og hvernig hún er hagnýtt. Hef, þú veist, ef við kannski hérna síðan spólum áfram, þú veist, bara það sem að maður er að einhvern veginn að fást við í dag, sko, að ég er í ráðgjöf þar sem ég er að hjálpa fyrirtækjum að finna út hvernig þau geta hagnýtt gervigreind til þess að gera það sem þau gera, þú veist, hraðar, betur, með minni kostnaði, meiri árangri, skilur það sem að ég var að gera þarna 93, það sem þú ert í rauninni að búa til svona single version of the truth, þú veist, einhvern grunn, það sem að mikilvægar upplýsingar liggja, þetta var náttúrulega mjög primitíft, en það var enginn að gera þetta þá, og þetta vantaði þetta vantaði að geta stýrt í að upplýsingar væru einhvers virði þegar þær væru sendar og þær væru einhvers virði fyrir þann sem að færðar sendar en síðan þú veist, hérna á óstímanum þá svona kannski er maður að kynnast þessu nýsköpunar hérna umhverfi en svo alveg með hléum þú veist, frá 2013 þá hef ég verið mjög meðvitaður gervigreind og komið að verkefnum þar sem hef verið að nota gervigreind til þess að leysa ýmsa hluti auðvitað núna erum við bara í einhvern veginn hástíi hæpsins þar sem að bara, þú veist, það er allir að missa sig við gervigreind en það er ekkert endilega rosalega mikill skilningur á því hvað þú í alvörunni getur gert. Gervigreind er að búin í mörg ára að gera alls konar sem að gera það verkum að þú horfir á það sem að þú horfir á Netflix eða hérna bara að það sé einhver regla á posthólfinu þínu í Gmail, fattar þú, svona einhverja hluti sem enginn er átt að segja á að þeir, þú veist, og hvað þú sérð á TikTok eða hérna hvernig feedið lítur út í Facebook og þú veist, hverjum er ítt að þeir sem mögulegum hérna, hugsanlegum nýjum vinum og eitthvað svona en síðan bara þegar maður hefur aðeins skingst inn í sko framtíðina sem er alltaf mjög erfitt að spá fyrir á þessu sviði að þá við erum bara rétt að sjá sko byrjunin á því sem að hægt er að gera með þessari öflugu tækni og svo ef þú sko ef maður skoðar fjármagnið og þekkinguna sem hefur verið að sturta í að gera gervigreind notendavænni
öflugri og stingan inn í nánast hvað sem að þá bara eins og einhver sagði nýlega, það búið að vera svona ákveðin tröppugangur og fyrst að tala þetta, þetta er bara viðlíka bylting og þegar við lögðum ritvélinni og byrjum að vinna allt í tölvu og svo kom Obama og sagði sko áhrif gervigreindar verða meiri heldur en áhrif rafmagnsins á lífi okkar og svo sko Sam Altman hjá OpenAI, hann sagði nýlega sko þetta bara eins og þegar við byrjuðum að nota eld það er bara þú veist, ég bara ok, nú er allir að fara að hætta að borða sko rátt rá matvæli, nú erum við að byrja að elda sko og grilla og það er náttúrulega bara svolítið það sem að fer að koma og náttúrulega greiðaleg tækifæri og alls konar ógnir, en ég er sammálaður og ég á kannski sökum aldurs eða þröngsýni eða bara ég sé sjúklega gamaldags, ég á ekki eftir að sjá gervigreind í nánustu framtíð koma í staðin fyrir glampan í augum, einhverja sál eða tilfinningu sem maður heyrir í sjúklega góðri músík. Fattarðu? Það er ekkert mál að búa til músík og bara, þú veist, gerir óvið, þú veist, hérna er einhver hljómagangur og hérna er einhver hljóðfæri og svo bara er einhver gerfi tík sem að, þú veist, baular einhver texta og þú veist, að því að sko vandamálið er kannski ekki og mér finnst það sorgleg þróun vandamálið er ekki sko að tónlistin sé þú veist það sé orðið svo einfalt að búa til músík og hún sé svona þú veist yfirborðskend og grunn og hljóma ekkert sérstaklega vel. Það sem sorglega þróun er sko áhorfandinn og áheyrandinn bara kröfur fólks eru svo sjúklega litlar þú veist það er engin að hver er að fara að hengja plaggöt af einhverjum listamanni lengur þú veist bara þú átt engan þú ert ekki að fara í einhverja plötubúð ég er sem að gefa út bíómynd sem að hengja upp plaggöt ég heit honum daginn sem að hengja upp plaggöt það er nú ágætis hann er svona þú veist í eldri kallinu Nei þú skilur þú veist það er búið að gjaldfella virði tónlistar þú veist það er engin krakki sem er að hlusta á eitthvað eða þú veist er að horfa á eitthvað TikTok-vídeó það sem er undir þú veist einhver strumpaútgáfa einhverju þekktulega hann er ekki að njóta þess að hlusta á tónlist skilur hvað við? Ég var að horfa vídeo í gær af einhverju litlu barni dingla bjöllu að því hann var kalt úti og seg getur opnað elsku mamma eitthvað og þetta var ótrúlega sætt vídeo þetta er bara pure AI vídeo sko, þetta er alveg þú veist ég held að AI-ið í svona vídeomúsík að þetta sé skemmtilegt skilur og þú getur eða vantar bassa inn í eitthvað lag eða vantar söng, gítar, trommur whatever sem þið vantar, það skiptir ekki máli hvað þið vantar tambúrin, það skiptir ekki máli þá getur alltaf farið í AI bara gerðu þetta fyrir mig og hún bara gerir það og hendir því inn í trackið og þetta bara kemur then again að þá langar þið bara að taka upp bassan og spilan eða þið langar að fá vindin til þess að koma og spila af því það er þetta human reaction sem að þarf að vera eða skilur þú veist það er þannig ég er með shaker hérna þú veist ég nota þess að spila og ég ger ekki alltaf en ég gera það oft og svo ég held að þú veist allavega ég hef allavega kosið það að vera ekki hræddur við AI, ég heldur bara að nota það en ég ákvað samt að þú veist að þú getur búið til lag bara núna á AI og rosa flott en ég ákvað bara að gera það ekki þú veist, en ég nota fullt að AI-dóti í músíkinu minni og ég meina og það eru náttúrulega bara forrit sem er ekki AI-forrit þau eru bara prógramir eitthvað með þannig að þú veist, hann spilar trommuna eins og sé live trommari það er ekkert nýtt, en þetta er ekkert annað heldur en AI þetta er bara prógramir að þannig fyrir þig þú veist, allan að það er svona mín skoðun á þessu AI en sko ég upplifir samt hjá mér að ég trú ekki alveg öllu sem er gert í dag sko
ég trú ekki öllum fréttum til dæmis. Nei. Ég geri það ekki, þú veist. Já, þannig eru við líka komin inn á, þú veist, svolítið Já, aðra braut, sko, Já, en já, þetta. já. En ef við snúum okkur aftur að, sko, þú veist, hérna, sko, tónlistinni, Já. þú veist, já, það er hægt að nota þetta í tónlistarsköpun og framleiðslunni og þú veist, það er hægt að nota gervigreind til þess að svona, hvað ég var að segja, stytta tímann sem að fer í ákveðna hluti og Já, og bara allt eitthvað sem það. þú kannt ekki. Já, akkurat. En sko, það sem að ég vonast til að gerist er að fólk öðlist aftur löngunina til þess að upplifa tónlist sem er samin og flutt af fólki. Af því að sko... En erum við komið þangað? Nei, en ég held að, þú veist, við erum ennþá í svona ákveðinni hnignun. Nei, ég segi, erum við komið þangað, við þurfum að fá áhyggjur að því að fólk er að missa af alvöru tónlist. Ég held það. Já, ok. Nei, þú veist að dóttir mín, hún elskar eitthvað plötur. Já, nei, og það er að koma hægt og rólega. Tilbaka. Þú veist að, það sem að bara fólk fyrir að kaupa þetta upprunalega listform sem að var að gera plötu, sko. Þú veist, það var ekki, þú veist, markmiðið var ekki að búa til tónlistina per se, heldur það var hluta prósessnum að einhver gæti tekið plötu og upplifað það sem heilstætt verk, þú veist, coverið hérna og svo að sjálfsögðu hlusta á hérna tónlistina. Þú veist, í dag er tónlist bara, þú veist, hún er allstaðar og hún er misjöfn en þetta er svona svolítil verksmiðju framleiðsla, þú veist, þetta er eitthvað bara, það er svo mikið músík sem er framleitt bara til þess að það sé framleitt músík. En er sem sagt, heldur að verði, sundur pælt í hvort að verði til einhver ákveðin AI-lögga í músíkinni? Að því að AI er kannski bara svona eins og bara fullt af maurum sem maður getur bara vaðið yfir. Þú veist, there's no stopping it ef eitthvað stoppar það ekki. Já. Skilur, eins og dæmis var ekki Spotify eitthvað að segja núna að... Jú, þeir eru búin að vera að henda út mikið af tónlist sem er klálega framleitt af... En er það AI sem að hendur út AI? Ég meina, Spotify er líklega bara með öflugustu gervigreinda lausnir. Til þess að henda út gervigreinda lausnum? Já, ég meina, þú veist, það er alveg frábær leið. Ég er að segja, þetta verður ábyggilega í framtíðinni, það verður að vera eitthvað svona, það verður að vera eitthvað sem að, þú veist... Nei, auðvitað, þú veist, er það einhver svona sérkapitúli, bara hvernig höfum við, þú veist, stjórn á þessu, en sko, en ég er alltaf, þú veist, ég er svo mikið, ég er upptekin að því að hugsa sko, þú veist, neytandan, þú veist, hann sem að, þú veist, bara, að því eins og ég segi, þú veist, maður á þessar minningar, þú veist, bara að fara stökkva niður í, þú veist, búðinni hjá Steinum niður í Östustræti og þú veist, þar var Jói Ásmunds bassalekarinn í Messuvort eða ágreðamann og hann bara tók hérna plötu bara, hei, þú ætti að fíla þennan gaur, þetta er hérna bandarísku blökkumaður, hann heitir Prince, þú veist, svo fór maður heim og maður grét, þú veist, bara þú veist, vá, þú veist, hvað eru að tala um hérna? Kannski er þetta gerast í tónleikum. Já. Viðtalundaginn sem var verið að tala um að, já, bara Ríkasli. Já. Það var bara að tala um að í gamla daga, þá þurfti bara að vera einhverjum TV-sjóum út allt. Já. Það voru aldrei tónleikar. Já. Af því að þetta seldist allt bara á plötum. Já. Núna er það bara ekki viðskiptamódelið. Já. Nú er bara viðskiptamódelið, þú bara gefur eitthvað út og þú bara selur með hana. Og either way að hérna, þá, ef maður hugsa hvað er eiginlega skemmtilegra, þá er eiginlega hitt skemmtilegra með tónleikana. Já. Ég held samt að músíkin sé að fara upp en ég held að hagnaðarskinnið að músíkinni sé að selja það skilur sé ekki þú veist en ég meina þú veist ég heit ekki fullt af fólki sem er að selja fullt af hlutum Já nei og ég held kannski að hérna þú veist við leysum kannski ekki sko þessa áskorun hér og nú en það er alveg hægt að hafa skoðun að því Ég segi oft þessu sögu þegar ég var að vinna hjá IMI að þá var strákur í næsta herbyggi sem að var rosa öflugur og hann var rosa duglegur að finna nýja hluti og hann var svona
yngsti einstaklingur sem ég kynntist í músikbransanum sem hafði það sem ég kalla svona músikindustrí persónuleika. Hann var bara, sem ég vísaði svolítið áðan, hann var bara þannig gerður, hann elskaði að vera hluti af þessum prósess, að finna einhver talent, finna gott stöf og taka það í gegnum allt sem þarf að gera og geta síðan bara hort á einhvern stíga fram í Madison Square Garden sem bara fullmótuð risastjarna og eiga successful karriér. Hann nýlega hættur sem forstjóri Atlantic Records sem bara einn af þessum risastóru útgefendum sem á sér gríðarlega langa og farsæla sögu. Ég fór fyrst á fund hjá Atlantic Records þegar ég var að vinna hjá Stein og ég kem að þeirna á skrifstofuna og þetta var bara alveg geggjað, maður kom að einhvern veginn inn í anderið og þarna var bara, Aretha Franklin og Led Zeppelin og bara, þessar risastjörnur og maður bara gerði sig grein fyrir, bara, wow, það er hér sem að, þetta er einhvern veginn, hér eru töfrarnir búnir til þess að svona verði til, bara fólki sem hékk á veggjanum, Ray Charles og fleiri. Og á þessum tíma þá voru skrifstofur Atlantic 2 hæðir í mjög flottri byggingu við hliðina á Rockefeller Center sem heitir Time Life Building. Þegar ég fór síðast að hitta þennan fyrirvændi samstarfsmann minn Pete Ganbarg sem var þá það vilja fara að hætta sem forstjóri Atlantic, að þá voru skrifstofurnar 1/4 af einni hæð. Sem sagt 1/8 af starfseminni sem þetta var. Út af hverju? Jú, það búið að einfalda fullt af hlutum. En hverjir að vinna þarna? Þetta er bara haugur af ungu fólki sem að kostar ekki mikið. Ég var að vinna með fólki sem var með Harley Davidson mótorhjól inn á skrifstofunni sinni. Sem voru með bara gullplötur sem bara, maður bara vissi, ok, wow, ég var að bera virðingu fyrir þessum. Þetta er gaurinn sem að er, aðilinn sem að er allt á bakvið árangur Tracy Chapman, eða Loverboy, eða skilur, maður bara las það á veggnum hvað þessi gaur hafði gert, En í dag er starfsemi bara, allt önnur og það er enginn sem fær að leggja jafn mikið af mörkum og þurft að gera til þess að einhver myndi, ná árangri. Þannig að bransin er allt annað. Í fréttunum í gær var, þú hefur potið lesið þetta, það var einhver hjá Sony sem var að vinna í London, sem svona einhver dúti sem sér London, hann hætti og það er ekki búið að rána til. Nei. Það þarf ekki. Já. Nei, ég meina það er eitt en ég trúi því og það er bara mín von að fólk fari aðeins aftur í það að skilja töfrana sem felast í því að uppgötva nýjan listamann eða leggjast yfir að pæli því bara wow, ég meina bara gott dæmi, ég henta fónin heima vínilútgáfa af Jack Magnet plötunni, Jakob Magnússon og ég fór að skoða hverju tóku þátt í gerð þessar plötu. Er það grínast? Það var eitt hljómbósleikar sem á þessar plötu, því ég gerir náttúrulega remixi. Já. Það er einhver hljómbósleikari þegar við vorum að setja stefgættin yfir, það var einhver hljómbósleikari sem að finnst ekki. Það veit ekki alveg hvað, hann heitir ekki neitt, en hann fær samt borgað. Já. Hann er bara partur af þessu. En það veit ekki neitt hann ekki neitt. Nei, það er fullt af unclaimuðum stefgjöldum sem að bara er haldið í ákveðin mörg ár og síðan bara ferða í pott og dreifist eða finnst enginn sem að á þessu að öra. En allavega þá fór maður að pæla bara, wow, já, þetta er gaurinn sem spila á trommur í Tótó. Nei, fattar þú? Ég er að horfa til þess að þætt á netinu, það er gæinn sem að spila hann var gítarleikarinn í Whitney Houston. Já. Og þetta er bara einhver, ég held að hann hefði verið ítalskur.
ég veit ekki alveg staðfest þetta, en þú veist þetta var bara eitthvað svona og maður er aldrei séð hann og hann er bara, þú veist, var aðal gítarleikarinn hjá Whitney Houston, spilaði nú alla plöturnar, þú veist það er náttúrulega þetta, þú veist, það endur þessu sögur eins og til dæmis með How Will I Know og I Wanna Dance With Somebody, þetta er hérna duo sem að gerði hérna Waiting for a Star to Fall. Þau sendu Whitney Houston það lag, þannig að Waiting for a Star to Fall, skilur þau? Clive Davis, hann fekk þetta og hann bara, næ, þetta passar ekki, og þau bara, ok, skiptir ekki máli, þá setjum við þetta bara okkar plötu og svo sendu við How Will I Know. Og það var bara fyrsti singolin og the rest is history og þau lifa bara fínu lífi í dag. En þau sem sagt gáðu út Waiting for a Star to Fall og það náði líka rosalega vinsældum. Svo þú veist, sögurnar eru endalausar. En það sem við erum búin að tala um núna, allt þetta dótari og fara yfir í AI og allt þetta, að þá held ég að fólkið hætti aldrei að dansa á dansskólinu. Ég held að veri aldrei ykkur sem er ekki DJ-in uppi að spila. Skilur, ég held að sé aldrei þannig. Ég held að sé aldrei róbótur á sviðinu. Nei. Að spila eitthvað. Áhugavert, já. Kraftur nokkulega hefur gert þetta. Skilur, ég held að þetta interaction verði bara meira og meira þegar verður meira og meira AI. Já. Nei, það er mjög áhugavert að loka hringnum þannig vegna þess að ég hef spilað mix sko já. Þú veist, eitthvað ég var ekki hvað ástæðuna voru og það var ekkert sama stemning á gólfinu. Nei, þarna er sko þarna það er ógeðslega áhugavert að fara þangað sko það sem að við kannski gerum og getum sem er ekki einhver eldflaugavísindi við kunnum að gera það sem heitir að lesa salin þú veist, að skynja aðstæður og maður náttúrulega bara veita að þú veist, eftir öll þessi ár þú veist, maður er að fara að spila að maður er búin að ákveða hvaða lag maður ætlar að spila fyrst og ég er allavega þannig ég oft skipti 20 sinnum skoðun frá ég hef sendt þér skilabóð þú hefur sendt mér skilabóð já, bara hvað lagið það er að byrja bara að fá hugmynd og svo bara fyrir hitt bara í flow og hérna kannski erum við að gera allt og mikið þú veist úr þessu en á meðan að við getum ekki alveg skýrt út hvað það er sem að við gerum og af hverju það bara sleppur fyrir hotn og bara af hverju fólk er ánægt og af hverju kemur fólk og þú veist, vill dansa það sem við erum að spila á meðan að við getum ekki einu svona skýrta út út af hverju það er þá verður rosalega erfitt að sjálfvirkni væða það fattar þú hvað ég við? Ég skil og hérna, þú veist, alveg mögulega verður það einhvern tímann gert sko, en þetta er að því að sko, nú er maður búin að sjá svona hæðir og lægðir í þessu DJ þú veist, umhverfi og hérna það er alltaf að tala þú veist, að DJ-in stútaði bandinu og þú veist, og svo komur sveitaballaböndin og þú veist, DJ-mennskan einhvern veginn fór í hérna aftursætið og já, alls konar hérna, eðlilega þá bara þróast hlutinir áfram og eðlilega þá koma hlutinir hérna, stundum aftur þú veist, við hittum alveg naglan á höfuð þannig að þegar voru á Thorvaldsen og hérna og á þeim tíma og þá var bara rosalega vinsælt það sem að við vorum að gera og það sem við vorum að blanda við bjöggum til alveg svona skemmtilegan koktel af gömlu góðu dansstöffi og svo vorum við alltaf með hérna nýtt og fest með svo náttúrulega bara erum við eldri og við skulum alveg gera okkur grein fyrir því að það eru þú veist, rúmlega 20 ár síðan þetta var sko. Já, nákvæmlega bara funny how time flies when you're having fun þannig að auðvitað er margt að breytast en að því að þú varst að tala sko að fólk mun alltaf hafa sko þörf fyrir að dansa og hérna og það þarf einhvern veginn að stýra því að þá og ég veit alveg við höfum talað um þetta sko ungt fólk í dag að það er bara það dansar allt öðru vísi heldur en eldra fólk
ef að maður á að fara svo langt að kalla það sem þau gera að dansa en þau bara hoppa þú veist. Það er bara að vera stuð. Já. Og svo einhvern veginn horfum maður á það og svo skoða maður sko, þróuna í þessum DJ bransa sko alþjóðlega að við náttúrulega sjáum hann þú veist með Avicii og fleiri superstjörnum þú veist sem voru að fá þú veist milljónir dollara borgaði fyrir þú veist 1 gig bara voru orðnir tekjuhæri heldur bróðuparturinn og öllum tónlistamönnum að þeir verða bara eru gerðir að bara superstjörnum þú veist DJ-lega séð eru ekki að gera eitthvað geggja það verður bara svona einhver múæst þeir verða bara sjúklega vinsælir og þú veist stóru festivalin stærri venue alls konar viðburðir þar sem að þessir aðilar bara eru í bara fókus og svo svona er þetta aðeins búið að ná einhver jafnvægi og komið á einhvern annan stað og núna heyrum að DJ alveg tala um það alþjóðlega þú veist, þetta er orðið meira ströggl þú veist, það hefur verið að borga alltaf minna og minna DJ-ar hafa ekki endilega þetta púls sem þarf til þess að fylla staði og bara eðlilega þeir eru að keppa við svo mikið af alls konar annari afþreyingu og þegar að viðskiptamódelið í músikbransanum breytist og áherslan verður meiri á að selja miða á tónleika þar sem að allir núna eru bara þú veist, að halda tónleika að það náttúrulega sogar það svolítið frá, þú veist, því að vera að fara út að dansa, fólk kemur á tónleika og þú veist, það dansar en svo sér maður myndbönd frá þessum stóru DJ-um sem eru að nota samfélagsmiðla mjög mikið og hvað er í gangi, sko í ofsalega mörgum tilfellum er bara voðalega lítið í gangi, það er einhver DJ þú veist, sem er bara, þú veist með hendur á lofti og fyrir framan hann eru þúsundir manna að góna á hann basically hann er svo eini sem er að dansa þú veist, við erum knúnir áfram öðru, þú veist, við viljum finna orkuna frá liðinu þegar að þú veist, það er verið að tjúta, það er verið að þú veist, öskra og eitthvað og svo er bara komin einhver formúla bara, þú veist, hvernig býrðu til eitthvað dropp, þú veist, það bara þú veist, allan bassan út eitthvað og þú veist, og bara þú veist, og það kemur eitthvað ris og eitthvað meira ris og eitthvað og svo bara búm, já, sko, krakkarnir í dag er að dansa við lög sem þeir hafa aldrei heyrt áður já, þau sko öskra eða kemur lag, þá er ég að tala um Coachella og hinn hann að stóra hátíðin mann ekki alveg hvað hann heitir að Glastonbury, vantala já, að það er gerð sko DJ-ti gerir einhverja rýmisútgáfu einhverju lagi sem er óþekkjanleg af laginu skilur, og krakkarnir bara þú veist, bara tapa sér og líka bara ekkert alla krakkarnir bara fullt af fólki skilur, og þetta er bara það sem er að gerast og þetta er bara þróun sem er komið núna í DJ-mennskuna en svo heyri ég til dæmis þar að það er fullt af því sem spila bara frýtt bara til þess að komast inn en svo eru bara þessi stæðstu, þeir eru náttúrulega bara stæðstir og ég man daginn þá var David Guetta, hann var að slúta einhverja hátíð hann var stæðstur en hann var ekkert sérstaklega góður DJ en Guðmund Góður, hann á náttúrulega bara hann á fullt að hittir bara grúf og lögum er náttúrulega algjör snilling og maðurinn en sem DJ þá var hann bara svona að ég fæ alltaf svona smá svona, eða þú veist, ég vil ekki segja vorkenn, ég fæ alltaf svona kjánarhald smá þegar fólk stendur einn upp á svið og er að dansa því ég hef upplifað, og það er bara miljón manns fyrir framan að ég hef upplifað þetta sjálfur og maður er bara hvað ég vildi ég væri hérna með bara 10 dansara eða eitthvað og það er svona náttúrulega DJ-arni bakvið en þetta er náttúrulega bara, þú veist DJ er náttúrulega bara einn superstar og það er náttúrulega eins og hérna getur náttúrulega meldt með þáttum á Rás á RÚV já, sem að var hérna já, ég man ekki alveg hvað það er hérna bara eitthvað svona DJ eitthvað já, þetta var hérna hvað heitir hann aftur? DJ Star is Born eða eitthvað svo leiðis já, er þetta ekki bara hérna Story of Dance Music eða eitthvað já, mjög flottir þættir en já, þú veist, eins og ég sagði þeir eru að verða og eru orðnir stórstjörnur en mér finnst þetta svona aðeins vera að hérna, en svo það sem er mjög áhugavert svo eru við með gömlu Ibiza sem að, þú veist, er ennþá svona partí central og hverjir eru búin að vera þannig allt sumar að spila bara gömlu hetjurnar
Carl Cox og hvað eru þeir að spila? Eru Eru þeir að bara spila alveg- eitthvað nýtt? Nei, þeir eru kannski með nýjar útgáfur af bara Já, þessu já. klassíska já, efni já, sem að er með já, sól já, og grúf sem að fólk tengir við sko já. og er, þú veist, tjúllað yfir að fá að Ég tjúta held við að- sko. ég held að sko að þessi músík sem eru sem stóru festivalum, hún er náttúrulega bara gerð og látin sounda rosa flott og rosa flott bassa að þess kerfin eru svo geðveikislega stór Já. skilur, og það er náttúrulega bara, þú veist, að vera þarna, heyra þetta, þú veist, þetta verður bara eitthvað, þú veist, þú getur ekki annað en dansa. Ég held að þetta sé alveg tjúlla, þú þátt ekki svona fíla músíkina, þetta er bara ógeðslega gaman og það er ógeðslega gott sound, en svo ferður til mig eins og í Ibiza á eitthvað 1000 mannastað, 500 mannastað og þá er þetta bara í góðum feeling sko. Já. En það eru bara gamli DJ-arnir. Já, nei, ég sá Guetta spila á Coachella og eina sem ég var að reyna að gera var að bara sjá, þú veist, er hann að spila eða ítir hann bara að play og þú veist, það var allir séð þetta vídeo eða einhver vídeo það sem að allt fyrir í skrúuna hjá einhverjum DJ sem er að spila innan gæsalappa live og þú veist, það fer alltaf að því að sko það er alltaf gríðalt sjó í kringum þetta og þetta er allt bara fyrirfram í mörgum tilfellum hjá þessum stóru nöfnum að þá er þetta allt bara fyrirfram síkvenserað, ekki bara músíkin heldur og öll ljós og bara allt sem að gerist þannig að þú er komin á CDJ-ana þannig að þú getur visualað, ef þú þekki waveformið þess að ég og þú, við maður þekkja alveg, hérna droppum, það er ekki svona að það er, þú veist visualt hjá sem sagt ljósamannu sem að getur verið 10 km í burtu eða whatever sem hann er. Ég held samt að sko að fólk er að þegar fólk er að pre-recorda settin, þú veist trúur þessu, þú veist, ég trúi þessu ekki, ég veit það ekki, þú veist, ég myndi ekki nenn að standa í 2 tíma og gera ekki neitt. Nei, ég meina á þessum stóru festivalum að þú veist, þetta er ekki eins og við sem erum ennþá að láta bjóða okkur að þú veist, standa í 5 tíma og spila eitthvað gig, sko. Þetta lið kemur og er kannski að spila í 40 mínútur. Já, ég veit það. Þetta er næs maður. Já, það verður bara alveg geggjað. Þú veist, þetta eru 12 lög sem það er að taka, sko. Hvað er stysta gig sem ég tekið? Stysta gig sem ég tekið eru 2 lög. Já, ég var nú að rifja þetta upp, ég mann djúta hverju. Sko, stysta gig sem að ég það voru 3 lög. Það var þá var með flogið í engaþóttu til Köpen til þess að spila í opnunarpartíi og svo að dagskrafan eitthvað riðlast og alltaf var minga tíminn sem ég hafði til umræða til þess að spila og svo byrja ég, þetta voru 2 lög eða sko 1,5 ég byrja á einhverju og svo bara, heyrðu, þú veist, nú þurfum við bara að fá alla út í rútur það er bara, við erum að fara annað og ég bara, ok, ekkert mál þannig að ég ég fór í Sódómu og svo bara, heyrðu, já, bara núna getur við bara geggja takk, getur við bara sagt öllum að þið verða að fara út í rútu þegar þá er verið að halda einhverju plássi á einhverjum skemmtistað, það sem að allir voru að fara þannig ég bara, ok, já, takk fyrir kvöldgóði gestir, það er bara allir út í rútu og við erum að fara á næsta stað og já og svo það var ég var að spila eftir sálinni já og svo bara þegar sálinn var búin það bara svo bara var ég klár sko já. og það bara fór allir já. og ég bara, ok, hvað ég að gera hérna til þess að fá borga fyrir þetta svo ég ítti bara play ég held með þess að þetta hefði verið 1 lag sko svo bara lækkaði niður og þá var þetta bara komið sko já. svo sagði ég bara við manni sem sá þetta ég sagði, er það nokkuð eitthvað að búla þetta já. það eru styðsta gigi sem ég tekið já, en svo er náttúrulega bara nýlega saga sem að já, það ekki, er ógeðslega fyndið það er þá var ég að spila í Hörpu þú veist, eitthvað 400 manna eitthvað erlent gig og erlendu giggin er alveg, maður er alltaf pínu nervus þú veist ekki, þú getur ekki bara droppa Gorgeous með Páluskari og allir fyrir stuð þetta er alveg 20% út þú þarft alveg að pæli í hvernig þú ert að gera það og svo var Jafnframt búin að segja mér, hei, þú eru búin að vera hérna í einhverju 6 daga prógrami, þú veist, það er allir að fara í flug í fyrramáli, þú veist, það er enginn að fara að dansa bara þú vitið það og ég bara, ok, sjá hann með það svo bara byrja ég svona að lauma mér aðeins inn það var eitthvað, svo flott eitthvað band að spila svona eitthvað cocktailstöff á meðan allir voru að borða það og eitthvað svo bara byrja ég og svona aðeins sé að það er svona að byrja aðeins að hristast þarna einhverjar axlir
og svo hækka ég aðeins og svona bara easing in og svo bara hendi ég út fyrsta færinu og næja draga fyrsta fólki á gólfið og allt bara svona easy og hérna svona subtle og svo bara byrja ég aðeins að hérna, byggja hún á þetta og aðeins að auka tempóið og aðeins að hækka og svo bara ég komin að með hann bara 150 manns á gólfið eitthvað bara allt á rétti leið og svo ákvæði bara ok, þú veist, hvaða lag það sem að alltaf hittari í svona corporate hérna dóti þannig ég ákvað bara að droppa hérna Simply the Best með Tínu og bara þegar það kemur þú veist, bara hérna bara leið og fólk þekkir hvaða lag að koma þá bara, þú veist, það bara liðbyrja öskra og það bara þjóta bara ennþá fleiri út á dansskólu og það bara þvílík stemming svo bara klára ég lagi og ég man hvaða lagi fór í næst sem var hérna Kiss með Prince sem að virkar alltaf þarna þá bara hætti fólk að dansa byrja að faðmast og kveðjast og eitthvað og labba bara eiginlega allir á borðin sín og sækja kápur og veski og eitthvað og áður en að ég búinn með Kiss þá eru allir farnir 400 manns eða eitthvað bara en það samt svo geggjað það eru allir farnir svo bara þú veist allir að fara þú veist, vinnan komin já, en samt ég var búin að spila kannski bara í, ég veit ekki, hálftíma eitthvað og þá kemur hérna stjórnandinn hérna alveg skellilegandi bara, oh my god, I'm so sorry I'm so sorry we forgot to tell you and everybody here knew that Simply the Best would be the last song of the evening og ég bara ok, þú veist en sorry, það er allir farnir bara, perfect, já, þetta bara fínt bara takk fyrir Heyrðu, við getum talað einanleg við getum ég veit ekki svo hvað þetta er langt en hérna, við gerum bara season 2 engi spurning Alveg, elskar þig love you